Fyrir tekinn 10. liður sem eru tillögur frá aflista og það fyrst liður 10.1 sala fasteigna sveitarfélagsins og það tillaga sveitarstjóra falið að taka saman lánayfirlit og skilgreind kjör lána vegna 331 af 11 og leggja fyrir næsta reglulega fund hreppsráðs að taka þessa tillögu bara þannig fyrir og hinar í framhaldi en taka þessa sérstaklega og þetta ætti nú að vera bara mjög einfalt mál fyrir aðalbókar að stilla upp og leggja fyrir hreppsráði. Ég sé ekkert að því að gera það, þetta bara nauðsynlegar upplýsingar og eiga að vera okkur aðgengilegur. Norðurlaust. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gera svolítið gera merking. Já, allir gera með aftur. eða? Já, hérna. Allir með? Já. Samþykkt samhljóða. Ég er með. Og þá liður 10.2 aðstæða til fjarnáms. Tillaga sett verður upp aðstæða fyrir nemendur sem stunda fjarnám á framhalds- og háskólastigi í sveitarfélaginu. Helst horft til nýtingar skólahúsnæðis á kvöldin og helgar. Sveitarstjóra falið að taka saman mögulega kosti og leggja fyrir næsta fund hreppsráðs. Þetta ekki bara ágætis tillaga og mun nú einna helst kannski nýtast fólki sem býr við afskaplega léleg internetskilyrði í dreifbýli. Þetta vonandi orðið því fólki til aðstoð sem að stunda fjarnám á þeim svæðum þangað til að það fæst almennileg tenging og hraði eins og við búum við og ætlumst til að búa við í dag. En þetta einmitt þarf að skoða og það þarf að ræða þetta við skólastjórana og athuga hvaða aðstæða getur verið fyrir hendi og hvernig umsjón og hvernig þessi umsjón geta farið fram og hvað þau muni kosta í rauninni. Þannig að það ágætt að sveitarstjóri skoði þessi mál ef að tillagan verður samþykkt. Orðið laust, gjörðu svo vel. Magnús. Já, þessi tillaga nú bara sett fram sem sagt í þeim til hægðar auka sem er að stunda fjarnám og ímynda mér að þetta geti verið ódýrt en ég ætla svo sem ekkert að ég veit ekki hvernig praktíkin verður í kringum það að opna og loka skólahúsnæði eða hvað það en þetta er svona já, uppleggið að þetta ætti að geta verið ódýrt. Mjög vel. Fleiri af eftir hvats og ljós, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gjörðu svo vel að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Og þá liður 10.3 sem tillögu upplýsingarit sveitarfélagið. Tillagan þannig gert verði upplýsingarit sveitarfélagið þar sem tekin verði saman þjónusta sem sveitarfélagið veitir. Fyrirtæki sveitarfélagsins verði einnig boðin þáttaka til að kynna sig. Einnig að taka saman yfirlit yfir helstu viðburði ársins svo sem fyrirkomulag töðugjalda og þorrablóts. Bæklingurinn verði hugsaður fyrst og fremst til að auðvelda nýjum íbúum sveitarfélagsins að fóta sig á nýjum stað. Nauðsynlegt verður að huga að útgáfu öðrum tungumálum en íslensku sem og framsetningu á heimasíðu sveitarfélagsins. Þetta þarfasta mál að sjálfsögðu, nokkuð viðamikið og ég datt fyrst í hug þegar ég las þetta væri alveg upplagt verkefni fyrir kynningar og markaðsfulltrúa ef við hefðum slíkan, en orðið laust gjörðu svo vel. Ég langaði bara að taka það sérstaklega fram og sé nú kannski ekki nógu skemmtileg kannski fyrir mig en þetta er nú ekki tillaga frá mér
Þetta er tillaga sem hérna frá íbúi í sveitarfélaginu sem kom til mín og hérna var að stinga upp á þessu og búin að hugsa þetta lengi og hún heitir Anna Guðrún Jónsdóttir og hérna og þetta er náttúrulega svona menn kannski svona nýjaðfluttir þeir upplifa sér svolítið tómhenta þegar þeir flytja inn og þeir verða svona að uppgötva hlutina sjálfur. Þetta er svona hugsað til þess að auðvelda mönnum það að stíga inn í samfélagið. Ég fór í gegnum þetta og fleiri hér kannski en hérna þetta er nú svona þetta er svolítið góð hugsun í þessu en auðvitað getur svona þetta getur náttúrulega undið upp á sig og hérna við þurfum að hugsa tungumálin og hvort það og gefa þetta út á prenti og svo framvegis þannig að hérna mæli nú eiginlega endilega með því að pössum upp á kostnaðin í svona þetta er náttúrulega að prenta eitthvað út gengur úr sér nánast strax en hérna þetta er svona minnst þetta góð hugmynd þetta er þökkum önnur Gunnu fyrir. Fleiri sem að viljum. Og það er tillaga að þessi tillaga verði vísað til skoðunar við gerð fjárhagsáætlana fyrir árið 2014. Það verði eitt af þeim verkefnum sem verði tekið með í þá vinnu sem er að bresta á. Það er bara eiginlega handan við hornið að það þarf að vera að vinna í gerð og undirbúningi af fjárhagsáætlun. Þannig að þetta myndi þá koma þar til skoðunar og þá jafnframt ígrundunar með hvaða hætti þetta myndi fara fram og það væri auðvitað alls ekki vegi að sveitarstjóri hefði þetta nú svona upp á borðinu hjá sér og tæki þetta með svona í aðra vinnu í haust eða núna framan á hausti til að skoða hvernig hægt væri að komast þessu verkefni í kring sem er þarft. Tek undir það. En þá er það til afgreiðslu að vísa tillögunni til skoðunar við gerð fjárhagsáætlana fyrir árið 2014. Þeir sem geta samþykkt það gjörsamlega gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er